Jæja, nú getum við byrjað, bara takk fyrir að mæta og við erum líka komin til þess að segja ykkur aðeins frá ESPAR og NEWS og ég ætla ekkert að segja fyrir hvað það stendur fyrir núna það taka við Eyrún og Hrafnhildur. Þannig að ég ætla bara aðeins að segja ykkur bara frá verkefninu. Þetta svona verkefni sem við erum að fara af stað allt sjúkrahúsið, sérstaklega fyrir heilbrigðisstarfsmenn í klíník og markmiðið í rauninni bara einfalt og það að það verði öruggari samskipti og við skiljum hvert annað og við séum að stuðla að auknu öryggi skjólstæðinga. Þannig að svo fara þær alveg nákvæmlega hvernig þetta gengur hvernig þetta gengur allt saman út af fyrir sig og við styðjumst við ákveðna svona leiðbeiningar sem eru svona alþjóðlegar og þegar við fórum á stað með þetta verkefni að þá leggjum við upp með gagnreynda þekkingu. Þannig að svo alltaf þannig að þegar maður að fara á stað með verkefni að þá þarf maður að hugsa þetta alla leið og þetta svona þetta oft kallast umbótaferli eða umbótahjól, þetta getur líka verið bara innleiðingarferli og það mjög mikilvægt að þegar maður fer á stað með svona innleiðingu að klára alla leið. Og við byrjum til dæmis á því að þegar við erum að fara af stað með verkefni undirbúa okkur og skipuleggja og hvað sem við ætlum að fara af stað með og alltaf mjög mikilvægt að við sem stefnum því sama, við höfum skýra sýn og sé góð samvinna af stjórnendur þegar leiða náttúrulega alltaf svona verkefni og við séum með mælanleg markmið og kannanir og það sem við leggjum svolítið upp með núna, settum við svona örkönnun á heimasíðuna og við munum kannski breyta könnunum svona þegar fram í sækir. Nú það þarf að skoða mjög vel öll verkfæri sem við þurfum að nota til innleiða verkefni og þetta bara þannig verkefni við verðum að vera með verkfæri eins og vasaspjöld og skrifblokkir og svo svona ákveðna auglýsingar til að vekja athygli á þessu bæði samskiptatækninni og NEWS-inu. Þannig að við erum til dæmis með stigamerkingar eins og það sé kannski sjúkrahúsi sem leggur áherslu á ESPAR-ið og svo svona markmiðsetta veggspjöld og svona eitt annað sem ykkur dettur í hug og við náttúrulega erum að fara af stað með kennslu og þjálfun og hún gerð svolítið samræmi bara við stjórnendur og við bjóðum upp á svona 2 opna kynningar og smá fræðslu og svo munum við bara eftir þörfum komin á deildir. Þannig að við erum ekkert með neitt alveg nákvæmt plan fræðsluna, heldur við gerum þetta svona eins og hentar. Svo í framhaldi munum náttúrulega hafa mjög aðgengilegt efni og setja þetta inn í nýlega fræðsluna. Þannig að þetta svona verkefni sem tekur svona næstu mánuði einlega. Nú, við setjum upp áætlun og mikilvægt að við reynum að finna sameiginlegan vettvang þar sem við getum miðla upplýsingum og við erum með ESPAR-safn sem núna komið bara inn á fræðasetri og það síða sem heitir bara ESPAR og NEWS og þar setjum við þá inn allt svona efni og við ætlum bara svona að dæla inn upplýsingu svona smátt og smátt, það ekkert alveg að ofgera ykkur með upplýsingaflæði. Nú, við svo svona einn framkvæmdin að það helst að bjóða þá upp á þessar kynningar og jafnvel að nota þessa tækni alls staðar þar sem eru námskeið eða við höfum tækifæri til eins og með að setja upp svona eins og sýnijarós og svo mikilvægt bara við séum jákvæð og hvetjum og hrósum fyrir hvernig gengur og við erum líka með svona tengileiðin á starfseiningum sem ég var að senda öllum forstöðumönnum að tilnefna eitt tengilið og það svona fyrst og fremst bara að hvetja aðra til að nota ESPAR og NEWS-ið og þessi verkfæri sem við erum með og bara að fá upplýsingar með hvernig gengur, eitthvað sem við þurfum að þróa og bæta spjöldin og svo framvegis. Og svo aftur þessi upplýsingamiðlun líka í framkvæmdinni og það talað í svona að fara af stað með svona verkefni að þetta oft talað að þetta sé auðveldasti hlutin að skipuleggja og framkvæma eins og oft getur við svona erfiðar að fara þennan hring að klára hringinn og þá það
fólki svolítið í eftirfylgni, eins og ég var að tala um það, bara hvernig gengur og fá einmitt reglulega endurgjöf á hvernig gengur, það mjög mikilvægt. Og það eins og við gerum það þá með þessum leiðum sem ég hef búin að nefna, frá tengilögum, ég hef búin að nota kannanir áfram og skoða vel verkfærin og svo bara þróa aðlega eins og þarf og halda umræðunni gangandi. Og svo þegar við komum sérst að innleiðingunni sem að því rauninni að nú erum við búin að kynna verkefni og við ætlum að fara að nota það og bara festa það í sessi. Þannig að það verði bara svona hluti á okkar vinnu og það oft þetta sem getur verið erfiðasti hlutinn. Þannig að þess vegna verðum við bara að passa að við förum alla leið og séum með öll þessi þrep að leiðarljósi og svona metum svolítið stöðuna, hvort við sjáum þessi búið að festa verkefni í sessi og þá í framhaldinu að við séum með svona fræðslu og þjálfunarprógram og nýlega fræðslu. Þannig að þegar við erum alltaf náttúrulega að taka við nýju fólki að nýlegum og þá þurfum við að passa að þeir sé ekki sleppa í gegn. Og það sem mun hjálpa kannski til með þetta að það fara að kenna þetta í háskólum bæði hér og fyrir sunnan bæði læknadeildinni og hjúkrunarfræðideildinni HÍ og svo hjúkrunardeildinni hérna HA. En það mun hjálpa okkur að nemendur þegar koma til starfa þá kunna þetta að hafa fengið fræðslu um þetta. En þetta svona verkefni eins og svona innleiðingarferlið. Svo bara til að segja ykkur að þetta kom sérst á borð gæðaráðs að það væri áhuga og vilji og fyrst og fremst fjallar þetta öryggi og gæði þjónustu. Þannig að ég kallaði saman hóp og við settumst þrjú saman, ég, Eyrún og Hrafnhildur og svona skoðum hverjir ættu að koma að þessu og þetta svona hópur sem okkur finnst endurspegla bara að fá verkefni í gang. Þannig að við séum með svona fulltrúa sem leiðir í gang og auðvitað má alltaf stækka hópinn og spurning hvort það átti að vera fleiri aðilar og alveg örugglega aldrei tæmandi listi en við köllum það þá frekar til. Við kannski veltum okkur fyrir hvernig það mátti að hafa sjúkraliða þarna inni, það kom alveg til tals en við munum þá reyna svolítið að vera kannski í sambandi við þá líka. Sérstaklega upp á njúsið. Og svo bara svona, ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega út í þetta eins og gerum sér bara verkefni áætlun, þannig að sjáu svona hvernig þetta lítur út og við vorum svolítið mikið að undirbúa verkefni í janúar og febrúar líka og svo eru þá þessar kynningar og fræðslur í febrúar, svo svona erum við að vonast þess að reyna að koma þessu bara í notkun í mars. Og svona koma verkefni vel á stað. Og svo ætlum við að reyna að fylgja þessu svolítið vel eftir, svona cirka einu sinni í mánuði. Þannig að ég hef þá ekkert meira að segja, ætla bara hleypa Eyrúnu. Já, ætlum að breyta röðinni. Já. Og með sæl Eyrún heiti ég, hjúkrunarfræðingur á Svæðingadeildinni og formar endurlíkunarráðs og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu NEWS, margum talaða, sem stendur þá fyrir National Early Warning Score, eða þetta stigunarkerfi og kemur inn á verklag eftirlit sjúklinga. Þetta orðið gæðaskjal og komið inn í gæðahandbókina. Við innleiddum svona kerfi fyrir nokkrum árum síðan, svona litakóðað sem örugglega flestir hafa séð. Það komst aldrei í almenna notkun. Svo tók sagan svolítið á okkur bara hugmyndina og fer sjálfkrafa stiga sjúklinga eftir að við setjum með lífsmörkin. Þá notast sagan við annan skala eins og sem við vorum með en þetta í sjálfum sér allt mjög svipað og engin einn réttur sannleikur í þessu en við ákváðum þá að taka upp þennan National Early Warning Score fyrst að sagan að nota hann. Og kýla þá á það núna því við erum að innleiða þetta ESPAR að hafa svolítið öfluga kynningu á þessu í leiðinu og reyna að koma þessu í almenna notkun að því eins og Hulda sagði þá tengist þetta allt saman og snýst fyrst og fremst öryggi sjúklinga. En sjúklingarnir á legudeildunum hjá okkur, þetta sífellt veikara fólk og við vitum að það helst engin nema fárveikir sem að leggjast inn á sjúkrahús. Og rannsóknir hafa sýnt okkur að á legudeildum þá eru einkenni sem hægt að sjá alltaf 24 klukkustundum áður en viðkomandi per
og áður en hún versnar eða fer í hjartastopp, þá hægt að sjá jafnvel í sólarhring áður einhver einkenni. Og þegar sjúklingar fóru í hjartastopp, þá var hægt að sjá alvarleg frávik alltaf 8 tímum fyrr, eitthvað sem engin reagerði á eða var ekki meðhöndlað á fullnægjandi hátt. Og rannsóknir hafa líka sýnt að sjúklingur sem leggist inn á gjörgæslu frá legudeildum, þeim farnast verr en sjúklingur sem leggjast annaðhvort frá skurðdeildum eða bráðamóttöku. Þetta algjörlega umhugsunarvert, af hverju þetta svona. En það sem sagt, því haldið fram að það séu of margir sjúklingar og of miklar annir, eins og við vitum. Þannig að starfsfólkinu hreinlega yfirsést snemkomin einkenni, þetta einn möguleikinn. Annar möguleiki að stundum erum við með reynslulítið starfsfólk á legudeildunum sem hreinlega þekkir ekki þessi einkenni og getur þar af leiðandi ekki komið auga á þau. En hver sem orsökin þá eru afleiðingarnar þær að það verða ekki viðeigandi viðbrögð við þessum snemkomnu einkennum og þau ná þá að þróast út í alvarleg veikindi áður en hægt að snúa því við. Hver eru þessi snemkomnu einkenni? Það eru þá bara breytingar á lífsmörkum fyrst og fremst. Það eru blóðþrýstingur, púls og öndun, súrefnismettun, þvagskilnaður, hiti og meðvitund. Þetta getur allt eða hvert fyrir sig eða öll í einu sýnt einhvers konar breytingar sem mikilvægt að koma auga á. Og það svo merkilegt að öndun það lífsmark sem segir oft mest alvarleika veikinda. Það talaði að það sé mjög góður markar á alvarleika veikinda hversu hröð öndunartíðnin en þetta klárlega það lífsmark sem við mælum sjaldnast af þessum sem eru á listanum. Og það líka búið að sýna fram á það eru auknar dánarlíkur hjá sjúklingum ef þeir sýna breytingar á fleiri en einu lífsmarki. Hvernig eigum við að bregðast við ef það eru alvarleg veikindi? Þetta svo sem bara eitthvað sem við þekkjum. Það ABC, það á alltaf við. Við meðhöndlum öndunarveginn, gefum súrefni og tryggjum æðaaðgang. Þetta er í rauninni aldrei röng viðbrögð og kaupir okkur oft tíma meðan við fáum aukna hjálp. En umfram allt þá þurfum við að koma auga á hættumerkin og bregðast við þeim. Eða þá að kalla eftir aðstoð ef þetta er umfram okkar getu eða möguleika þar sem við erum staðsett. Og tímaramminn mjög mikilvægur í þessu samhengi og því fyrr sem brugðist við, því betra. Og rannsóknir hafa sýnt það að það er mikilvægt að skilgreina þessi hættumerki svo þau finnist og með því þá líka að auka markvisst eftirlit með sjúklingum og legudeildum. Þannig að sé verið að koma auga á þessi einkenni. Evrópska endurlíkunarráðið er með í leiðbeiningunum sínum fyrirbygging sem mikið áhersluatriði og er í rauninni þetta að koma auga á og kalla eftir hjálp er fyrsta skrefið í lífskeiðinni til að fyrirbyggja hjartastopp. Og þarna er mjög mikil áhersla og þarna komum við auðvitað sterk inn á legudeildunum. Og samkvæmt þá skildir þetta hjartastopp inn á sjúkrahúsum að það eru unnan við 20% sjúklinga sem fá hjartastopp inn á sjúkrahúsum sem ná að útskrifast heim. Þetta er alveg fáránlega lág tala. Og þessi hjartastopp, þau eru sjaldnast án undanfara, þar að segja það er yfirleitt hægt að sjá einhver merki fyrirfram og þau eru sjaldnast vegna hjartasjúkdóma sem segir okkur bara að þetta er langveikt og margveikt fólk sem er að versna með tímanum og fer svo í hjartastopp. Og ferillinn er oftar en ekki þannig að lífsmörkin hnigna eða þau versna og það er ekki uppgötvað í tíma eða þá ekki meðhöndla rétt. Og þá enda sjúklingarnir í óstöðvanlegum takti og hafa verri horfur þegar þeir fara í hjartastopp. EFC vill að fyrirbyggingin felist í fræðslu fyrir starfsfólk, markvisst eftirlit og skráningu lífsmarka og það sé sérhæft fyrir hvern sjúkling og þeir mæla virkilega með notkun svona stigunarkvarða. Og að það séu rétt viðbrögð þegar ástandi versnar og þá er alls konar teymi sem mælti með að sé komið upp á spítölum, svona medical emergency teams. Og svo er líka mjög mikilvægt hjá þeim að tala að skilgreina meðferðarstig, að sjúklingar séu með skilgreint meðferðarstig hver og einn, þannig að sé verið að meðhöndla eftir því sem ástæða þykir til hverju tilviki. Hérna á SAK þá sýnir reynslan að það hefur oft verið hægt að sýna fram á að það hefði mátt hindra veikindi eða innlögn á gjörgæslu ef það hefði verið fyrr gripið inn í, kannski ekki sýna fram á en velta fyrir sér. Og hér er líka í mörgum tilvikum starfsfólk á legudeildum með litla reynslu í eftirliti og meðferð alvarlegra veikra sjúklinga. Það er þá auðvitað á ákveðnu tíma sólarhrings og ákveðnu tíma ársins kannski oftar en ekki. En hér er sennilega ekki raunhæft að koma á sérstöku bráðateymi, svona outreach team,
til dæmis vegna þess hver smá gjörgæsludeildin og bráðamóttakan. Þannig að það ekki alltaf möguleiki fyrir reynda hjúkrunarfræðinga að yfirgefa deildina og eins erum við ekki alltaf með sérfræðinga í húsinu. Þannig við erum ekki kannski með mannskap til að manna slík teymi. En hvað getum við þá gert? Það til dæmis að hjúkrunarstarfsfólk, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og læknar á legudeildum að þeir viðhafi markvisst mat á sjúklingum deildarinnar og fái fræðslu þessi snemkomnu einkenni á alvarlegum veikindum og þjálfun í að meta þau. Við getum nýtt okkur þessa stigunarkvarða og nú komið stigunarkvarði eins og ég sagði inn í mælieiningu söguna þegar við fyllum inn lífsmörk að þá stigar sagan sjálfkrafa fyrir okkur sjúklingana. Og hjúkrunarfræðingar og læknar og slys- og bráðamóttöku og gjörgæslu geti þá verið til staðar til ráðlegginga í síma eða koma á staðinn til að aðstoða við að meta sjúklinga ef fólk óöruggt í að meta þessi einkenni. Og við höfum sem sagt eins og ég sagði ákveðið að innleiða þetta njús eftir að þessi nýja sögufærsla gerir okkur kleift að flokka það á jafnóðum. En það háð því að við skráum öll lífsmörk. Ef skráningin fullnægjandi þá stigar sagan fyrir okkur. Mér langar aðeins að sýna ykkur í sögueiningunni, ég bara með pröfusjúkling Ef ég skrái inn lífsmörk fyrir þennan sjúkling, ef ég skrái inn hita sem 36 og púls sem 150 og blóðþrýsting sem 70 og öndunartíðni sem 35, við sjáum öll að þetta orðinn ansi lasinn sjúklingur, en það kemur engin stigun fyrir en ég geri meðvitund. Það var 90 og 88. Gleymdi einu. Og kemur hann strax með mikil áhætta, blikar rautt ljós Ef ég sleppi meðvitund, ef ég sleppi öndunartíðni, ef ég sleppi súrefnismettun eða einhverju af þessu, þá fæ ég enga tölu. Þá erum við ekki að geta nýtt okkur þetta hjálpartæki. Þannig að þetta bara svona til að sýna fram á að við getum verið með bráðveikan sjúkling, við getum verið að mæla lífsmörkin og við getum verið að skrá þau, en við nýtum ekki þetta hjálpartæki nema við séum með fullnægjandi skráningu. Þetta bara svona sem dæmi hvernig við getum nýtt söguna. Þetta ekki loka henni. Já, bara út. Svona. En allavega, þá ætlum við að innleiða þetta njús sem frá Bretlandi og það í vinnslu núna á legudeildunum og þá kom upp þessi sjúklingaskjár með nöfnum einstaklinga og þar koma njússtigin fram. Þetta þeir inn á vaktherbergjum og þá njússtigin með gulum, grænum eða rauðum lit eftir hvernig ástandið á sjúklingnum Og við ætlum að kenna læknum og hjúkrunarfólki að nota þetta kerfi markvisst við að meta sjúklingana, þess vegna eru þið meðal annars hér. Og við ætlum líka að innleiða þetta verklag sem orðið gæðaskjal sem tryggir það að tíðni og umfang eftirlitsins eykst þegar sjúklingurinn versnar. Þannig að eftir því sem hann skorar hærri stig, þeim mun oftar hann metinn og nákvæmar. Og í þessu verklagi þá líka stöðluð viðbrögð sem að eiga að stuðla að bættri meðferð við versnandi ástandi. Þetta kvarðinn. Við gleymum því auðvitað ekkert að ef það hjarta öndunarstoppi eða önnur bráð veikindi þá hringjum við 301 og það breytist ekki neitt. En þessi tafla hún hjálpar okkur við að meta sjúklingana. Þetta til vasaspjöldum sem verður dreifta eftir. Þetta geta bara allir haft í vasanum og séðum þegar leið og mæli lífsmörkin hvort virkilega áhættu að ræða að þú manst ekki þessi mörk. Og í gæðaskjalinu svo þetta verklag sem tryggir það eins og ég segi eftir því sem að sjúklingur skora fleiri stig þá eykst umfang mælingana og svo þessi stöðluðu viðbrögð hvað á að gera í hverju tilviki, við hvernig á að hafa samband og hvenær og hversu ofta á að mæla. Og þetta svo í einfaldari útgáfu á vasaspjöldunum líka. Mati á ástandi sjúklingi, þetta það sem við gerum bara alltaf, við metum hann með tilliti til undirliggjandi þátta, samkvæmt ABCDE, við metum öndunarveginn og öndun og blóðrás. En einnig þarf að meta þvaútskilnað og verki og rannsóknir eins og blóðprufur og blóðsykur og hvort að viðkomandi að koma sér upp sýkingu til þess að fá hlutina í samhengi. Til þess að við séum að átta okkur á ef að einstaklingurinn að sýna breytingar á einhverju lífsmörkum, hver sé undirliggjandi þáttur. Þetta allt partur af því að átta sig á hvað í gangi með sjúklinginn og hver viðeigandi viðbrögð myndu vera.
En að auki við þetta verklag þá viljum við koma því inn að það verði skrifleg fyrirmæli lífsmarkaviðmið sjúklinga ef þeir heyra ekki undir kerfið. Ef að til dæmis einhver einstaklingur liggur alltaf lágur í blóðþrýstingur, alltaf hár í mettun, þarf ekki að metna meira en 88% eða hvað sem það er, að þá séu sett skrifleg fyrirmæli þann einstakling. Þannig að hann sé ekki alltaf að skora gult á njús á þess að nokkur reageri á það. Þá er það bara ákveðið fyrir þennan sjúkling. Og það séu til skýr fyrirmæli meðferðartakmarkanir allra sjúklinga sem leggjast inn á spítala. Og þetta auðvitað bara gerir meðferðina markvissari. Og það má líka ekki gleymast að hugboð meðferðaraðilina, þeim sem að sinna sjúklingnum, að ástandi sé versnandi, að það krefst alltaf frekari athugunar. Og við höfum alltaf þennan möguleika að leita okkur aðstoðar við að meta sjúklinginn. Það getur verið eitthvað sem ekki kannski beint blikkar á spjaldinu eða í sögunni, en við höfum þessa tilfinningu, þá á maður alltaf að reagera á það. Og þegar við erum að sinnum sjúklinga sem eru versnandi og koma því áfram í ferlinu, þá notum við þetta ESPAR sem Hrafnhildur fer betur í á eftir. Þannig við séum að tala sama tungumálið og markviss og skýr samskipti flýti fyrir viðeigandi meðferð. En svona aðeins til að taka þetta saman, að þá eru bara alltaf veikar og veikari sjúklingar á legudeildum og það er oft hægt að koma auga á þessi einkenni ef við erum þá að leita að þeim. Og sögukerfið er til þess að aðstoða okkur við að finna þessa einstaklinga sem eru í áhættu, en það veltur algjörlega á því að skráningi sé fullnægjandi. Og sjúklingunum þeim vegna betur ef það er fyrirgripið inn í, og það að leita sér aðstoða lýsir ekki vanhæfni. Þetta er svolítið mikilvægt atriði því við erum í litlu samfélagi og við bara hjálpumst að með það að tryggja öryggi sjúklingum. Ég hef svo sem ekki meira þetta að segja. Það sé einhverjar spurningar varðandi njús. Svona kristaltært. Já, góðan daginn. Þá er rúsínunni pylsuendanum, ESPARið. Hve margar ykkar hafið hafið heyrt talað ESPAR áður, eða nýtt ykkur? Þetta er búið að vera í nokkur ár á Landspítalanum, þannig að þeir sem hafa unnið þar, þeir þekkja þetta og eins nemar. Í dag er þetta kennt í HÍ og HA, bæði lækna og hjúkrunarbrautinni, þannig að nemarnir sem eru að koma inn í húsið kannast við þetta. En það sem er þetta mikilvægt er það að við notum þetta öll sömul. Þetta er samskiptatækni sem upphaflega kemur eins og margt annað úr hernum og nýtist í dag ekki bara í heilbrigðiskerfinu, heldur þetta áfram í hernum, kjarnorkuiðnaði og það sem virkilega skiptir máli að samskiptin misfærist ekki. Nú þetta stuðlar að bættum samskiptum á að fækka atvikum sem tengja máli samskipti og eins og við líklega öll vitum að þá er það ansi oft, þó að sé ekki bráða aðstæður að ræða, þá er það samskipti sem misfærast. Nú þetta eykur gæði upplýsingana og getur það stytt tíma upplýsingana. Það eru alltaf sumir sem eru búin að segja mann alla ættarsöguna áður en að kemur virkilega aðalatriðinu. Þetta sé einhver þrígiftur og allt það. En svo aðrir sem að segja bara of stutta sögu og við missum bakgrunnsupplýsingar sem eru mikilvægar. Þannig að þetta á að verða svona að allir séu að tala sama tungumál og auka þannig öryggi og ánægjuna við upplýsingagjöf. Ef við vitum hvernig við fáum upplýsingarnar, þá getum við líka á það að minnka það að við þurfum að grípa inn í og spurja frekar. Og það er eitt atriði í þessu að spurja ekki, verð ekki að grípa fram í að meðan verður að flytja upplýsingarnar samkvæmt ESPAR, spurja bara eftir á. Við viljum að vita eitthvað meira, en trufla ekki ESPAR-bununa. Nú markmiðið er að gera samskipti milli heilbrigðisstarfsfólks markvissari og þá vitum við öll hvaða upplýsingar er búist við og hvernig við fáum þær, í hvaða röð. Nú bæta öryggi sjúklinga, draga úr óæskilegum atvikum og tryggja að flóknar og nákvæmar upplýsingar ástand sjúklings komist til skila á réttum tíma. Nú ESPARið, vonandi hafið séð tröppunum, við erum búin að merkja tröppurnar og
við vorum aðeins skipta skoðanir á því hvort við lesum upp eða niður. Við settum það fyrst niður þegar maður á að lesa niður en svo er maður að hlaupa upp tröppuna og þegar ég sá þetta fyrst að las ég aftur á bak. Hvað er gerst eiginlega? En lesið endilega niður, þannig að þetta sé S-bar en ekki R-bs eitthvað. Já, raps, kannski Huldarafs þessna sem hefur sett þetta svona. Nú staðan, fyrsta staðverðum stendur fyrir stöðuna, aðstæður og ástand. Og eins og ég eftir að sjá á spjöldunum okkar hérna eftir, að þó það sé samskiptatækni sem við segjum alltaf hlutina með þessu formi, að þá aðeins mismunandi hvað undir hverjum stað. Bara eftir hvað stéttir eru að tala saman, eftir hvert við erum að gefa upplýsingar í rapporti eða vaktaskiptum eða taka við sjúkling eða hringja út af verslun. Þannig að hvað akkurat inniheldur hvað stað, hvað hann ítarlegur aðeins mismunandi og við áttum okkur kannski betur á því aðeins hérna eftir. En það sem við byrjum á því að segja, ef að við erum þekkjumst ekki, það er þetta að kynna okkur. Hvaðan erum við að hringja og út af hverju? Ef við værum bara maður og mann á vaktaskiptum, þá værum við ekkert alltaf að kynna okkur hver skipti, skiljiði. Þannig að þetta er svona getur verið aðeins loðið. Nú hvers vegna höfum við samband, kynning á aðstæðum og kynning á meginvandamálum. Og eins og kom fram ef ég hafi farið á kynningun á föstudagi með vinnuna sem var síðustu viku, að þá fara að byrja að vera með meira símarapport á milli slysadeildar og lyfjadeildar og þá þetta skiptir rosalega miklu máli að þegar verið að gefa rapport, ef maður nota það ljóta orð, að það sé skipulagt. Þannig að enn frekar á þetta hjálpa. Nú bakgrunnsupplýsingarnar sjúklingin í B-inu, bakgrunnur eða aðdragandi. Getur fyrir staðið fyrir aðdragandi ef þetta út af verslun eða ef þetta þess vegna sjúkraflutningamenn að hringja inn á slysadeild, einhver sem að koma, eða skipting á milli deilda út af verslunum og sjúklingum. Og vandamáli sett í samhengi, þarna erum við ekki að gefa upp bakgrunnsupplýsingar sem skipti ekki máli núna. Það skipti kannski ekki máli að sjúklingurinn fór í botnlagatöku þegar hann 14 ára, ef hann er 65 ára núna. Nema að þetta sé samgróningar einhver eldgamlir, skiljið, að við erum ekki að gefa of stóran bakgrunn, bara akkurat það sem tengist þessu vandamáli. Nú athuganir, það er matið að það er rannsóknir sem við erum búin að gera. Getur verið bara ástandi akkurat núna, bara það við, þessi lífsmarkamæling samkvæmt njúsið eitthvað svoleiðis, að nú er njúsið þetta, hann var það áðan svona, ég er búin að gera þetta fyrir hann, ég er búin að auka vökvann, skiljið að það þarna teljið upp. Nú, ef það er komið kannski niður rannsóknum, hann er komin úr röntgen eða eitthvað þvíld, að þá er þarna niðurstöðurnar úr því. Allt sem er rauninni búið að gera fyrir sjúklingi. Og öll þau inngrip sem búið að gera til að það komi saman. Nú síðasti stafurinn R-ið er það ráðleggingar. Þarna getum við verið að gefa ráð, ef við erum að gefa ráð frá okkur. Við getum líka verið að fá ráð, eða fá áætlun, hvað er planið. Hann búin í röntgen, hann búin í alla blóðpröfur komnar, hvað viltu að ég geri? Þannig að þarna getur líka verið samráð, eins og milli ungmennis og sérfræðinga. Fyrir ekki aðeins, einhver Oddur? Já, blessaður. Ert þú Oddur? Já. Blessaður. Heyrðu, Guðrún, hún er bara alveg helvítis slæm, sko. En það er nú gott allavega að hún hætti að reykja eftir að eiginmaðurinn hennar dó úr lungnakrabbameini, sko. En annars var hann svo sem alltaf á sjónum, þannig að það munaði nú ekki miklu það þó hann hefði dáið, sko. En allavega, hún er bara alveg hundveik. Hún mettar ekki nema 86%. Og já, dóttirinn, hún er að hjúkka á skurðlækningadeildinni, sko. Svo er hún að taka Levaxin. Hún er á 50 mikrogram 3 í viku og 100 mikrogram held ég 4 sinnum í viku, sko. En allavega er rosa mikið brjóstakrabbamein í fjölskyldunni. Nei, býtu, það er ekki Levaxin, það er Euthyrox sem hún er á, alveg rétt, sko. Ég er búinn að gera sýklalyf, sko. Já. Má sjá. Elsa var að senda mig skilaboð. Í þess nú skulum við bara aðeins hægja á bakka þess. Og það þetta getur farið yfir þetta aftur bara að nota S-bar. S-bar, já, góða hugmynd. Já, sæll, ég heiti Bergþór, ég er nýr deildarlæknir á lyflækningadeildinni, var að taka fyrstu næturvaktina mína. Og mér langar svo að segja frá sjúklingi sem kom á bráðamóttökuna núna snemma í morgun, klukkan 6 í morgun. Hún er sem sagt með lúnabólgu og versnun á COPD og þarf að leggjast inn, held ég. Hún heitir Guðrún Gunnarsdóttir, 78 ára, hún kemur inn með 3 daga sögu um aukna mæði og hósta.
Hún er verulega aukinn uppgang sem er grænleitur, hún er takverk vinstra megin. Hún vanalega getur hún alveg gengið nokkur undir metra þess að mæðast mikið, en núna er hún bara á hvíldarmóð. Hún líst ekkert vel á hana. Hún er með COPD Gold stig 3 með 50 pakka ára bakkinn, hún hætti að reykja fyrir 5 árum og hún er á Seretid og Spiriva. Hún er auk þess með háþrýsting og vanvirkan skjaldkirtil og hún er á fullri meðferð, engar meðferðartakmarkanir. Þannig að hún var með hita þegar ég hitti hana 39,2, andaði 30 sem á mínútu, 110 púls, blóðþrýstingur 136 yfir 88, mettaði 86% án súrefnis og skoraði því 9 stig á News. Hún er vakandi en aðeins rugluð, hún er bráðveikindalega að sjá og notar hjálpara önduna við það. Hún er lengd á útöndun og vísing beggja vegna og brak niðri vinstra megin. Hún er pínulítinn bjú á fótum, hún er að peffa 90 lítra á mínútu og í blóðgössum þá er hún með respiratóriska acidósu, GH 7,28 og PCO2 59, PO2 80 og 40% súrefni og laktat 4. Hún með aðeins hækkun á neutrofílum en aðra blóðpröfur eru bara í vinnslu. Ég er búinn að taka röntgenmynd á lunguna svona bedside sem sýnir íferð niðri vinstra megin. Sem sagt mitt mat er að hún sé með versnun á COPD út af lungnabólgu. Mér finnst lungnaembolía mjög ólíklegt í hennar tilfelli. Ég er búinn að setja hana á BiPAP 12/5 með 40% súrefni. Svo er búinn að gefa henni Ventolin og Atrovent, senda HK í ræktun, taka blóðræktun, senda þvag, pneumokokka antigen, gaf henni Sinasef, paracetamol og prednisol 40 mg og hún er komin á RA. Gætirðu kíkt á hana eftir smá stund? Herðu, þetta hljómar bara vel, ég skal bara koma að kíkja á hann eftir og það er kannski rétt svona með allt sem er í gangi núna að taka influensastrók. Herðu, frábært. Og þetta er kannski að setja hann á aðsenduröfnum líka. Já, bæta því við síðan. Kannski er þetta að gera það. Ég kíkja svo bara á hann eftir. Herðu, frábært. Takk fyrir það. Takk. Þetta var sem sagt dæmi hvernig samskiptin geta misferðist og hvernig við getum svo nýtt okkur esparið. Þetta var auðvitað rosalega löng saga. En hún byrjaði bara á einhverju svona aftur á bak og áfram. Þannig að ef ég klára bara þessa læru, þá er þetta ráðleggingarnar. Hvað viljum við fá út úr samtalinu? Hver er niðurstaðan svolítið? Við endum á því. Þannig að við getum verið að leggja fram eða óska eftir tillöguð áætlun. Ég ætla að gera þetta, þannig að lágra blóðþrýstingi, setja upp vökva, viltu að ég setja natrium eða erra, skiljið. Það þarf ekki að vera merkilegt, en að við höldum okkur innan þessa stafa. Nú, svona niðurlagi að öruggari samskipti, ESPAR er málið, það er eiginlega bara svona kjörorðið okkar hérna næstu vikur og eins og Hulda kom inn á þá erum við alls ekki hætt, við erum eftir að pikka í ykkur með þetta alveg áfram þetta ár og ætlum svona að hafa upprýfunaræfingar og alls konar og þetta kemur til með að verða inn í hermikennslunni líka hjá okkur því að núna loksins, maður svona reyna að kroppa aðeins í þau á haust en þá þetta vissi enginn hvað við vorum að tala. Þannig að í samskiptunum þar að fara að nýta okkur þetta og vonast til að þetta komist inn í venjur hjá okkur að nýta þetta samskiptaform og samskiptin verða þá hlutlega og hnýtnegar frásagnir í staðins að séu huglegar og lýsandi frásagnir. Án þess að draga eins og hún var nú að tala hún Eyrún að við ætlum samt ekki að draga úr því og notum þetta ekkert síður þegar við höfum tilfinningu fyrir versnun. Það þarf ekki að vera endilega eitthvað sem sýnir okkur. Nú, hvenær við notum þetta? Við ætlum í rauninni að nota þetta við öll samskipti. Við ætlum að nota þetta þegar við erum að tilkynna sjúkling við yfirfærslu klínískra ábyrgðar, það er að segja á vaktaskiptum milli deilda og milli starfsfólks. Verstunda ásöndu sjúkling og samskipti við sjúklingin sjálfan, jafnvel, þegar við erum að flytja honum hver staðan er á stofugangi eða slíku. Þannig að það sé markvissar upplýsingar sem við erum að gefa frá okkur. Nú ætlum að eða erum búin að gera ýmis hjálpartæki, þetta er skrifblokkin, hún er vísu ekki komin og prentinu kemur held ég í þessari viku, sem við getum náttúrulega liggja hjá okkur á símum og slíku. Þetta er auðvitað ekki tæmandi listi, en ég veit ekki hvort þið sjáu það þessu, en þarna erum við búin að setja svona það helsta sem okkur dettur í hug. Takið til dæmis eftir því njúsið bæði í F-sinu og líka í A-inu vegna þess að ef við erum að hringja út af versnun þá er þetta njúsið heima strax í stöðunni. Staðan er svo að hann er versnandi njús. Það er það sem skiptir máli þarna strax. Ef við aftur á móti erum bara að gefa rapport sjúkling, við notum þetta orð, ég er alltaf að hætta að nota þetta orð, við notum þetta enn einu sinni,
að þá njúsi bara almennar upplýsingar, bara eins og með önnur lífsmörk. Þannig að það getur verið aðeins mismunandi hvað og við reyndum að hafa allt hérna og hluti af vinnunni okkar var einmitt að reyna að gera þetta ekki á hjúkrunarmiðað eða ekki á læknamiðað, þannig að þarna væri minnispunktar fyrir okkur öll. Þannig við verum öll að nota sama kerfið. Nú, vasaspjöldin sem við ætlum að dreifa til ykkur bara núna eftir örfáar mínútur. Þau eru með 2 hliðar, það er þessu óskæðið er pínu þykkri, en þá bláa hliðin meira hugsuð sem svona minnisatriði þegar við erum með yfirfærslu klíníska ábyrgðar. Við erum bara að gefa upplýsingar sjúkling, annars sé eitthvað x mikið í gangi með hann. Aftur á móti rauða þá þegar frekar versnandi ástand. Og þarna sjáum við aftur hvernig njúsið á sitthvorum stað og hvernig við erum kannski að kynna okkur, en ekki á hinum stað, við kynnum okkur auðvitað alltaf, en þetta svona, erum við fyrir svagamannskjuna eða hvað. Og það svona aðeins öðruvísi upplýsingar. Hér til dæmis út af versnun að þá kannski skiptir meira máli að segja meðferðarstíð. Ef þetta versnandi sjúklingur, fulla meðferð eða endurlíkun eða hann á líknandi meðferð eða hvað í gangi. Sem kannski væri eitthvað sem við værum að geta að setja í almennar fréttir alltaf á milli vakta. Skiljiði. Þannig að þetta ekki eitthvað sem að læra sig eins og págökur, hvað í hverjum stað, heldur frekar bara svona hugsar fyrir hvert staður stendur. Skiljiði. Nú, bara svona ganni að þá að því við vorum að tala um að læknamiða eða hjúkrunarmiða, þetta að nota öllum stéttum, öllum heilbrigðisstéttum. Ég var til þess í Helsingi í þar síðustu viku og var að skoða hermisetur þar fyrir bráðatækna og það fyrsta sem ég sá upp á vegg var Espari, það lýsir þetta á finnsku, ég skilji þetta kannski ekki. En þá eru þeir búin að aðlaga Espari að sér að þegar þeir eru að gera fyrstu skoðun, eins og ABCDE, þá það í matinu. Þá eru þeir að gefa bara ABCDE skoðunna sína í matinum sjúklingi. Skiljið, þannig að þeir eru búin að setja sín kerfi sem notar sambúlskoðun og ABCDE skoðun bara undir hvert staf. Þannig að breytingin fyrir þá er ekki nein bara hvar setja niðurstöðuna mínu. Ok, hérna í heimildum ef þið sjáið, ég veit ekki, var ekki komið inn á vefinn? Jú, komið fræðslega, ég skal bara sýna ykkur. Þá gerði Landspítalanum í innleiðingunni hjá sér mjög skemmtileg vídeó og það er mjög lærdómsríkt að horfa á það og sjá aðeins hvernig þetta nota þetta, þegar þarna er eitt myndband með það sem er að gefa upplýsingarna til sjúklings, það er eitt þarna sem er að gefa á milli vakta og eitt það sem er að gefa í gegnum síma. Þannig að maður sér maður aðeins að nota sömu tækni við öll þessi samskipti. Þannig að það var svona kannski aðeins átta sig betur á því hvað við erum að tala um þegar maður horfir á þau. Ok. Þá ætlum við bara svona smá leiki, svo þið sofnuð ekki alveg. Það byrja því að dreifa Má ég aðeins bæta við að sýna ykkur hvar við settum glærurnar, þessar glærur. Smelli bara á fræðsetur, þetta er bara á innvísíðunni og hér til vinstri Espar News og smetla hér bara. Þá sér alveg síða fyrir það sem mun koma til með að setja inn alls konar upplýsingar. Ég er þegar búin að setja þessar glærur og aftast í glærunni þá er þessi tengla sem Hrafnhildur sýndi ykkur og svo er bara svona upplýsingablað, bara hópinn og af hverju fórum að stað með þetta. Og svo er eitt svona gott dæmi til dæmis þegar verið að tilkynna sjúkling miðjanótt til sofandi sérfræðings. Þannig að sýnt svona hvernig samskiptin eru strúktúruð upp og nýtt. Þau náttúrulega fara svolítið eins og áðan í berg og biðu, en svo þegar hann er sýnt hvernig samskiptin eru röðu niður samkvæmt Espar. Þannig að endilega bara kíkið á þetta. Þannig að þú mátt bara taka við samlega þess aftur. Bara það er búin að dreifa spjölduna, þau bara standi bara eins og síðust okkur og fara í hvað Já, er ekki bara fínt. Hérna eru 4 saman og 5.
Það er ekki. Stöndum bara upp og komum í svona sitt á botnið, allir fá svona eitt blað. Þetta er rólanir.